Góða kvöldi gott fólk og velkomin hér í Skriðu. Tilefnið foreldrafundur í ykkar flotta borgarhluta, Laugardalur og Háalundi bústaðahverfi. Og það örugglega fjöldi fólks líka að fylgjast með í streymi. Ég heiti Soffía Pálsdóttir og kem hérna fyrir hönd Reykjavíkurborgar og skólafrístundasviðs. Og við erum hérna í þéttri samvinnu við heimili og skóla sem ætla að vera með endurreist foreldrastarfs og við bara styðjum það átak heils hugar og vonum að öll þið sem eru mætt hérna á fund bæði í streymi og í persónu verði með okkur í því verkefni frá og með bara kvöldin í kvöld og við vonum bara að það sem þið heyrið hér í kvöld kveiki ykkur til þess að stuðla betur að endureflingu foreldrastarfs eftir COVID og líka bara því að við vitum að það er það sem er best fyrir börnin okkar í borginni. Bara yfir til ykkar, heimili og skóli. Takk kærlega. Kæru foreldrar í Laugardal, Háalundi og bústaðahverfi, verið velkomin í samvinna barnanna vegna fund foreldra. Ég heiti Sigurður Sigurðsson og með mér Hildur Halldórsdóttir. Við erum starfsmenn heimili og skóla Landssamtaka foreldra. Við höfum starfað fyrir samtökin síðustu 5 ár, byrjuðum með þess á sama degi, sem vil svo skemmtilega til að er einmitt afmælisdagur heimilis og skóla sem er 17. september. Við viljum þakka ykkur fyrir að koma hingað í kvöld, bæði ykkur sem er hérna í salnum og þið sem eru að horfa á í streymi og ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur hér í kvöld. En áður en við hefjum leika, þá viljum við taka fram náttúrulega að fundurinn er í streymi og hann er tekin upp. Þannig að skulum kannski hemja okkur á mjög persónulegu nótunum. Já, það var merki sem að streymismanneskjan var að benda mér á að skipta klæður, afsakið það. Fyrir rúmlega 30 árum kom grasrót foreldra saman og stofnaði Landssamtök foreldra með það markmiði að stuðla að bættum uppeldis og menntunarskilyrðum barna og ungmenna. Það er nefnilega svolítið þannig að virkt foreldrastarf bætir uppeldis og menntunarskilyrði barna og ungmenna. En áður en við dembum okkur í þetta, ætla ég að byrja á persónulegri sögu. Það komið að smá sögustund og ég mundi eftir að skipta klæður. Ég var í grunnskóla árunum 1992 til 2002. Allir vitnisburðir sögðu að ég var í góðu námsmaður en talaði og truflaði bekkjarfélögunum helst til og mikið. Ég hafði nefnilega þann hæfileika að blaðra og vinna verkefni mín á sama tíma og það hefur heldur betur hjálpað mér í lífinu í dag. En þegar ég hugsa tilbaka þá poppar upp í hugan fyrst og minning hversu virk móðir mín var í öllu sem hét foreldrastarfi. Hún mamma mætti á alla fundi, gerði sitt allra besta til að taka þátt. Það gerði hún fyrir mig, en einnig önnur börn í skólanum. Ég man sterklega eftir hvað henni þótti vænt skólan. Þegar ég var unglingur fór af fjölmiðlaumfjöllum hversu slæmt ástandi var í skólanum og allt var í kalda koli. Ég get sagt ykkur það, kæru gestir, að þetta er fyrsta og eina skiptið sem ég sé móður mína virkilega reiða. Og ég hugsa reglulega til Veslings blaðamannsins sem skrifaði greinina og fékk símtali frá henni. Svo öflugt var það símtal að sá blaðamaður talaði það nokkrum árum síðar, opinberu vettvangi. En móðir mín var ekki svo eina sem var ósátt við þessa fjölmiðlaumfjöllun. Foreldrar komu saman og stóðu vörð orðspor skólans með greinaskrifum, stuðningsyfirlýsingum og margt fleira. Það var nefnilega ekki alveg allt í kalda koli. Foreldrahópurinn kringum mig og vinina unnu vel saman. Ef eitthvað kom upp á, og það kom reglulega eitthvað upp á, var lögð áhersla að leysa málið í rólegheitunum. Það getur nefnilega verið svolítið flókið að vera barn og unglingur og það er hlutverk okkar fullorðna fólksins að gera okkar besta að hjálpa börnunum okkar að vaxa og þroskast úr grasi. Foreldrastarf móður minnar og annarra foreldra var gjöf til mín og allra barna í okkar nærumhverfi. Flestar góðu minningar mínar á skólanum sem standa eftir eru merkilegt flestar tengdar foreldrastarfi. Til dæmis Þórsmerkurferðin sem foreldrafélagið skipulagði í samvinnu með skólan í lok samræmduprófin í 10. bekk til þess að við höfum okkur vel eftir prófin en líka sem verðlaun fyrir mikið álag. Ég hef fundið persónulega fyrir því hversu mikill máttur er í virku foreldrastarfi og átta mig á hversu mikilvægt það starf er. Í heimsfaraldri mætti segja að stór hluti samfélagsins okkar hafi lagst í dvala. Nú eftir heimsfaraldur
upplifa margir, ekki bara í foreldrastarfi, heldur allsstaðar í samfélaginu að það sé orðið erfiðara að hvetja fólk til samfélagslegrar þátttöku. Á síðasta ári fórum við víðsvegar um landið og ræddum við foreldra, skólafólk og sveitarfélögin stöðuna í foreldrastarfi eftir COVID. Út frá þessu samtali við grasrótina var ákveðið að leggja í þetta verkefni sem heitir Endurreisn foreldrastarfs á Íslandi. Þessur fundur hér í kvöld einn liður í því stóra verkefni. Það mætti segja þessi kickstart eða kveikja á góðri íslensku. Þessi mynd var tekin á miðbæ Reykjavíkur, ég bý þar, föstudagskvöldi og einn maður labbaði hundi í COVID. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur hvað við gengum í gegnum erfiða tíma og við erum að sjá áhrif þess í dag. En foreldrar á Íslandi hafa náð ótrúlegum árangri saman. Margt sem okkur þykir sjálfsagt í dag varð til fyrir tilstuðlan foreldra. Ég man mjög sterkt eftir því þegar ég vann í félagsmiðstöð fyrir fatlaða nemendur. Foreldrum þóttu undarlegt að þeirra unglingar bauðst ekki að vera í félagsmiðstöðinni sína kvöldin, rétt eins og önnur ungmenni. Eftir þrýsting og baráttu foreldra náðist það loksins í gegn. Í dag fá ungmenni reglulega að vera í félagsmiðstöðinni sinni á kvöldin og það má þakka samtakamætti foreldra sem gerði það mögulegt með baráttu sinni. Eitt af lykilorðunum sem tengist þessu verkefni er farsæld. Farsæld barna. Allan heim er verið að breyta áherslum og beina sviðsljósin á farsæld sem þýðir að við ætlum ekki einungis að horfa á einkunnir eða árangur, heldur horfum við á heildarmyndina, hvernig barninu líður. Hér á Íslandi endurspeglast þessi þróun í farsældarlögunum sem voru samþykkt á Alþingi og vera innleiðað í öllu kerfinu, eins og þau kannski hafi tekið eftir. Þessi nýja áhersla á farsæld er að beina sjónum okkar að þeim hlutum sem eru mikilvægir til að tryggja börnunum okkar farsæla barnæsku. Öflugt foreldrastarf er mikilvæg hlekkur í þessu öllu saman. Það sýnir reynslan, en einnig sýna rannsóknir hversu dýrmætt og jákvætt afl foreldrastarf sé fyrir börnin. Foreldrastarf bætir nefnilega samfélagið. Sem betur fer eru stjórnvöld sammála okkur mikilvægi hlutverks foreldra og endurreisn foreldrastarfs rímar við áherslu nýju farsældarlaganna. Eitt af markmiðum verkefnisins er gerð farsældarsáttmála. Það er verkfæri fyrir foreldra sem koma saman í sínum skólum, árgöngum eða bekkjum og eiga samræður hvernig þau vilja tryggja farsæld barna sinna og hvernig samstarf foreldra getur stuðlað að henni. Sú vinna hefst í haust og viljum við hvetja ykkur öll til að taka þátt í henni. Því fleiri foreldrar sem taka þátt, því meiri árangri náum við. Það hefði stundum verið sagt að eftir samkomu takmarkanir sem við byggum við í talsverðan tíma, hafi fólk farið að forgangsraða tímanum sínum öðruvísi. Það hefði sett það til hliðar sem hafi veittu því ekki lífsánægju og sett það sem veitti því mesta lífsánægju efsta forgangslistan og hitt sett til hliðar. Foreldrastarf ætti tvímælalaust heima mjög ofarlega á forgangslistanum okkar. Nú ætlar Hildur að fara yfir mismunandi hlutverk foreldra á skóla því að hvað snýst þetta allt saman í raun og veru? Allt foreldrastarf, allt foreldrasamstarf, á endanum snýst þetta allt börnin. Takk fyrir þetta. Jú, mikið rétt Sigurður. Það snýst þetta bara allt börnin okkar. En eins og við vitum þá er ekkert barn eyland. Við foreldrarnir erum hérna og skólinn og svo fullt af samfélögum og aðilum hérna í kring. Í sögulegu samhengi að þá var skólinn eingöngu ætlaður til að mennta börn. Þið viti, kenna þeim að lesa og skrifa og reikna og svona ausa í þau visku og þá var herðum foreldra að ala þau upp, koma þeim sæmilega til manns, kenna þeim kurteisi og góða siði. Á mörgu leyti má segja að þessi hugmyndafræði hafi stillt skólanum og foreldrum upp sem einhvers konar mótherjum. Þannig að þegar upp kom einhver álitamál að þá urðu átök hver þeirra bæri ábyrgð á því. Í gegnum árin höfum við blessunarlega vikið frá þessari hugmyndafræði enda sjáum við að það fer allt púðrið í samskipti foreldra og skólans en barnið verður aukaatriði. Þannig að við viljum frekar hugsa barnið svona. Það er miðpunkturinn og sameiginlegt markmið okkar, allar sem eru einhvers staðar í kringum barnið, eru þetta farsæld þess. Þannig að það er ekki bara skólans að kenna barninu að lesa, heldur styðja foreldrar við og efla lestur barnanna sinna með heimalestrinum.
Og foreldrar setja ekki einir að því að koma börnunum eitthvað sæmilega til manns. Heldur félagsfærni mjög mikilvæg færni sem að börn læra í skólanum og frístundaheimilinu og íþróttafélaginu út allt. Stundum viljum við þetta í gamla farið, fara svolítið ofan í skotgrafirnar og það skiljanlegt. Vellíðan og farsæld barnanna okkar okkur hjartans mál. En þá verðum við að geta svolítið áttað okkur, lagt niður vopnin og mæst í samræðum með sameiginlega markmið okkar af vopni, sem farsæld barnsins. Ég móðir 3 barna og ég held stundum að foreldrar séu ofurfólk miðað við verkefnalistan sem endalaus. En ég hef líka tröllatrú á foreldrum. Foreldrar eru ótrúlega öflugur þjóðfélagshópur og ég held að mikill meiri hluti, og örugglega bara mestur meiri hlutin, af foreldrum sé bara gott fólk sem vill bara gera sitt besta í að styðja og efla og stundum berjast fyrir börnin sín, þrátt fyrir verkefnalistan sem tæmist aldrei. Við mannfólkið höfum borið gæfu til þess að byggja upp öflug samfélög, enda áttum við okkur á því að saman erum við svo miklu öflugri og þar foreldrar ekkert undanskildir. Við áttum okkur á því að við eigum sameiginlega hagsmuni og farsæld barnanna okkar hangir saman við farsæld barnanna í kring. Fyrir mörgum snýst foreldrastarf bara bekkjarkvöld eða vorhátíðir, en það mikill misskilningur, með allri virðingu fyrir góðum bekkjarkvöldum. En gæði foreldrastarfs verða aldrei metið í fjölda viðburða, heldur því hversu vel okkur tekst að halda saman utan hópinn okkar. Gæðin felast í samstöðunni, samtalinu og samfélaginu sem við sköpum. Skemmtilegu viðburðnir nefnilega bara ramminn til þess að búa þetta til þess að styrkja böndin okkar við hvert annað og við börnin okkar. Á skjánum má sjá hversu gríðarlegan ávinning foreldrastarfið hefur og þá sést best hversu mikilvægt það Betri líðan barna, bættur árangur í leik og starfi, samstaða og ánægja foreldra, bættur skóla og bekkjabragur, betri andi í bekknum. Með foreldrastarfinu setjum við líka mikilvægt fordæmi fyrir börnin okkar hvernig við ætlum að tala saman, hvernig við hlustum á ólík sjónarmið, ræðum málin á lýðræðislegan hátt og hvetjum til samfélagsþátttöku. Við verðum að hætta að tala foreldrastarfi niður, eins og einhverja afplánun sé að ræða. Þið veitir, hver ætlar að taka sér að vera bekkjarfulltrúi í ár? Einhver. Þið veitir, við höfum öll heyrt þessa sögu. Við skulum hætta þessu. Svarið að við ætlum öll að taka þátt, af því að við tilheyrum öll skólum barnan okkar og við viljum að þau tilheyri skóla þar sem að þeim líður vel og þar sem að þau fá að blómstra, þar sem góður andi. Nú langar mig til að biðja ykkur aðeins og virkja ykkur hérna í salnum aðeins til að ræða saman. Ég veit þetta svolítið óhentugur salur upp á það að gera, en það eru svona nokkra grúppur hérna. Ég ætla að biðja ykkur að koma aðeins næri næstu mannesku og bara aðeins að ræða saman, kynna ykkur, segja hver þið eruð, frá hvað skóla þið eruð, hvað eigið mörg börn, hafið þið tekið þátt í foreldrastarfi, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þið getið tekið þátt í foreldrastarfi. Fyrir ykkur sem eruð í streymi opið fyrir athugasemdir, en ég vek athygli á því að athugasemdirnar munu fylgja upptöku fundarins. Og ekki fara langt út af því að við erum að fara í talsvert spennandi efni beint eftir umræðunar.
Kannski var einn að koma. Sjá þetta skera fyrir henni. Kvöldið. Við erum að byrja bara með umræðu að svara þessari spurningar. Jú, þetta kemur bara umræðin á milli. Þannig að þú komst bara beint inn í umræðinu. En það eru bara 3 mínútur. Jæja, þá ætlum við að halda aðeins áfram. Það er gaman að sjá að þeir eru aðeins búin að tengja. Það gerir svo skólanum. Já. Þarna. Það ætlum við að halda aðeins áfram. Eins og Sigurður sagði okkur áðan, að þá eru Heimili og skóli grasrótarsamtök foreldra sem hafa starfað í rétt rúm 30 ár og sprutti út frá sameiginlegri hagsmunabaráttu foreldra fyrir ýmsum skólamálum. Unnur Halldórsdóttir, stofnandi Heimilis og skóla, sagði á 30 ára afmæli samtakanna í fyrra að á sínum tíma hefði hún lýst þessu eins og skólinn virkaði sko ekki svo fjós sem að við sendum bara kálfan okkar í á þess að fá einhvern fjósi að segja. Skólinn væri samfélag og þess vegna yrðu foreldrar að koma að borðinu til þess að móta skólastarfið. Af þessum tíma hafa baráttumál foreldra verið mjög mörg, allt frá einsetnum skóla og skólamáltíðum til þess að berjast fyrir því að samráð og samstarf við foreldra sé lögbundinn partur af skólastarfinu. Foreldrar hafa þurft að berjast fyrir því að koma að borðinu og að á þau sé hlustað. Breytingar gerast nefnilega þegar við náum sem samtakamætti og vinnum öll í sömu átt. Hér má sjá örfá dæmi þar sem að foreldrar hafa beitt sér fyrir málum sem skipta okkur öll máli. Ég veit ekki hvort þið kannist við þessar myndir, en æskulýðsrannsóknir fyrir síðustu aldamót sýndi fram á verulegt vandamál sem að íslenskt samfélag stóð frammi fyrir. Unglingadrykkju. Sjokkerandi fjöldi unglinga hellti í sig áfengi hverja helgi. Það var svo komið að Íslendingar voru Evrópumeistarar í unglingadrykkju. Það er vafasamur heiður. Á þessum tímapunkti tók samfélagið sig saman og hrinti af stað sameiginlegu átaki foreldra, íþróttahreyfingarinnar, stjórnvalda, skóla og frístundafólks og fleiri lykilaðila og tókst að snúa þessari þróun við svo eftir var tekið. Á myndunum hérna má sjá 80% nemenda í 10. bekk árið 1995
hefðu einhvern tímann bragðað af áfengi. En rúmlega helmingi lægra hlutfall árið 2022. Þá hefðu 65% nemenda í 10. bekk árið 1995 einhvern tímann orðið drukkin, en 13% árið 2022. Samtakamáttur foreldra lék stórt hlutverk í þessum árangri. Foreldrar tóku sig til dæmis saman að kaupa ekki áfengi fyrir börnin sín, leyfa ekki eftirlitslaus partí, skipulögðu foreldraröld hverfin og hvöttu aðra til samveru með börnunum sínum á kvöldin. Foreldrar lögðust á eitt og breyttu menningunni í kringum börnin sín. Á sama tíma var unnið hörðum höndum á öðrum vígstöðum til þess að styðja við þessa breytingu. Til dæmis var útivistartíminn lögfestur, sem var gríðarlega mikilvægt skref. Starfsemi íþróttahreyfingarinnar voru stórefld og þar fram til götunum. En nú er komið að þessu aftur. Við þurfum að standa saman. Æskulýðsrannsóknir síðustu ára sýna aukinn kvíða og þunglyndi meðal unglinganna okkar. Blikur eru á lofti aukna neyslu orkudrykkja, nikótínpúða og jafnvel áfengis. Á sama tíma og við sjáum taumhald og samveru við foreldra fara minnkandi. En þetta ekki bara einu áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir. Heldur alltaf nýjar áskoranir sem Sigurður ætlar að segja okkur meira frá. Takk kærlega, Hildur. Við verðum að hafa í huga að forvarnir eru eilífðarverkefni. Við getum ekki lagt árar í bát ef við náum góðum árangri, því þá glötum við því sem unnið hefur verið fyrir. Við verðum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki í baráttunni. Þó við klöppum okkur á baki fyrir góðan árangur, þá verðum við að halda jafn vel utan komandi kynslóðir og var gert í forvarnastarfi í upphafi aldarinnar. Forvarnamál verða alltaf áskorun fyrir foreldrahópinn, en í dag hafa jafnframt nýjar áskorunir bæst við. Ný tækni hefur áskorun fyrir börn og foreldra. Á undanförnum árum höfum við farið víða með SAFT netöryggisfræðsluverkefnið til að tala við börn og foreldra net- og miðlanotkun og allstaðar er sögð sama sagan. Börn kvarta yfir því að það sé ekki skýr rammi net og miðla, foreldrar kvarta yfir því að það sé erfitt að búa til ramma net- og miðlanotkun barna. En það er hægt, með virku samtali, með því að setjast niður og búa til sameiginlega ramma reglur og gildi. Við lýsum stundum netinu sem villta vestrinu. Það ríkir reglu og agaleysi og börnin séu sjálfvala þar. Reglulega birta fréttir sláandi tölur, áreiti og veruleika barna okkar á netinu og neikvæð áhrif sem þau verða af þeim völdum. Við könnumst öll við nýjasta dæmi sem eru Prime orkudrykkirnir, sem eru tvöfalt dýrari en samkeppnisaðilinn. Ég ætla ekki að dæmi bragðið. Áhrifavaldar og markaðsöflin eru að hafa áhrif á börnin okkar á degi hverjum og í mörgum tilfellum án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Og af hverju eru því? Til að fá börnin okkar til að eyða pening, smetla á varhugaverða hlekki eða taka jafnvel undir hatur gagnvart öðrum hópum. En netið og aðrar tækniframfarir eru almennt sér jákvæðar. Þetta snýst að við verðum að undirbúa börnin okkar rétt eins og við kennum þeim að umferðarreglunar og hvað þau þurfa að varast áður en þau ganga eða hjóla einsömul í skólan. Tæknin hefur þróast mjög hratt á stuttum tíma og við erum að upplifa talsverða vaxtarverki. Ef foreldrar eru ekki til staðar, lítur áhrifahringur tæknin nokkuð eins svona út. Við verðum að setja okkur inn í þessi mál og búa til ramman. Eins og þið sjáu á þessari mynd eru engin foreldrar á henni. Þetta er veruleiki fjölmargra barna og unglinga í dag. Við getum búið til ramman fyrir börnin okkar. Það er í raun nauðsynlegt. Rannsóknir sýna að mörg börn og unglingar telja sig ekki geta leitað aðstoðar hjá neinum ef þau lendi í einhverju neikvæðu á netinu. Það er tvímælalaust eitthvað sem við þurfum að breyta. Börn lýsa reglulega fyrir okkur hversu óþægilegt þykir að á hverju heimili gildi mismunandi reglur. Það mætti í raun segja við sem að skilja börnin eftir ein í þessum stóra hluta lífs þeirra og þau verða fyrir misjákvæðum áhrifum frá áhrifavöldum eða svokölluðum sérfræðingum. Oft hafa foreldrar komið til okkar og sagst verið þessi leiðilegu foreldrar
sem seti reglur netið og samfélagsmiðla. Við segjum að þeir foreldrar séu ekki leiðilegir foreldrar, heldur fyrirmyndarforeldrar. Það að búa til og viðhalda ramma krefst hugrekkis og seiglu. Það hins vegar auðveldara að búa til ramma til við vinnum saman þannig að við getum búið til samfélag foreldra sem eru samstiga með þessa áskorun. Við þurfum nefnilega ekki að standa ein með þessa áskorun. Með því að vinna saman sem foreldrahópur getum við fylgst betur með stefnum og straumum í lífi barna okkar. Kynnt okkur miðlina, leikina og alla nýju tæknina sem virðist poppa upp á hverri viku. Hvað nýjasta forritið í dag? Eitthvað sem við vitum ekki hvað það er. Samvinnan hjálpar okkur að sýna staðfestu þegar kemur að því að fylgja aldurstakmörkum, leysa erfið mál sem kom upp á milli barna á netinu og þau eru talsverð og hjálpa þeim að fá aðstoð við að fóta sig í þessum nýja veruleika. Það er okkar að búa til sameiginlega reglur, foreldrar gegna hér lykil hlutverki. Við ætlum að fara núna í aðrar umræður í 3 mínútur og snúa okkur á næstu mannesku og það er auka stig ef við snúa okkur á mannesku sem við þekkið ekki. Ég er að telja stigin, sko. Og bara hvað nýjar áskoranir, ekki bara netið, heldur hvað sem ykkur dettur í hug, ræða hvað eru nýju áskoranir, þurfa að bregðast við og hvernig geta foreldrar unnið saman að því að finna lausnir. Og ykkur á streyminu þá getið þið kommentað og ekki yfirgefið okkur strax því að það er nóga spennandi efni eftir það. Hvað ég bara kynni að segja að þú ætlar að tala um lausnir. Svo streymisfólki bregðast ekki, þá ætla ég að fara að stoppa hópinn með svolítið hári röddu. Jæja, glæsið, þetta var komin 3 mínútur. Leifum þess aðeins að deyja út. Er einhver sem treystir sér til að gefa okkur dæmi? Hvað var rætt?
og háttaskýrt, það er nefnilega, hljóðið heyrist alveg rosalega vel, þannig að mækinn alveg pikkar upp, ef ég stend svona. Einhver sem vil gefa dæmi? Já. Einhver sem vil gefa dæmi? Kenna krökkum aftur góð samskipti, þeir eru alltaf gegnum netið, það er að tala saman gegnum síma eða viðbúrðana en ekki gegnum Snapchat eða aðra mynda. Algjörlega kenna góð samskipti, það er góður punktur. Eitthvað meira? Við tölum þetta svona samfélagsmiðla og tæknina, Mhm. sem er kannski ekki svona ný áskorun, en svona, kannski svona áskorun sem foreldrar geta brugðist við. Algjörlega. Og hún er orðin öðruvísi. Eftir COVID þá er orðin svona öðruvísi áskorun. Sko. Við erum að sjá sprengingu í hana í notkun, sérstaklega yngri barna á samfélagsmiðlum. En núna ætlar Hildur ein spurning fyrir. Ákveðin takmark inn á samfélagsmiðla. Það er bara foreldrar sem geta skiptir af því. Og það er ákveðin takmark inn á alla samfélagsmiðla. Og það er 13 ára, ekki yngra. Nákvæmlega. En nú ætlar Hildur einmitt að fjalla lausninar. Engin pressa. Ok, það heldur við áfram. Jæja, eins og við rættum að þá er ekkert barn eyland, heldur við hluti af samfélagi barnanna í hverfinu. Öll börn vilja auðvitað tilheyra samfélagi sem að virkar, þar sem að góður andi ríkir, þar sem að þau fá blómstra eins og þau eru, einelti þrífst ekki. Þetta er líka eitthvað sem að við viljum fyrir börnin okkar og því verðum við að leggja eitthvað af okkar mörkum, af mörkum til þess að menningin í því samfélagi barnanna okkar sé góð. Það þýðir að við foreldrarnir, eins og þau voru að benda á, við þurfum að tala meira saman. Eins og Sigurður sagði áðan að þá líður börnum ekki vel með mismunandi reglur á mismunandi stöðum. Það skapar ákveðna spennistöðu og við getum bara ímyndað okkur það. Samfélag með mismunandi reglum fyrir mismunandi fólk er ósanngjarnt. Ef aðrar umferðarreglur gilda Sigurð heldur en mig og aðrar en þig og aðrar en þig, að þá er viðbúið við verðum bara öll frekar óörugg og örg. Þannig að við þurfum að tala meira saman og stilla saman strengi. Það sem við getum rætt eru til dæmis afmælisboð, skjátími, samfélagsmiðlar, tölvuleikir, samskipti, aldursviðmið, útivistartími sem ég minna á í lögboðin og margt fleira. Pössum okkur bara á því að ræða manneskjuna, en ræða fyrir ekki, pössum okkur að ræða manneskjuna. Pössum okkur að býta ekki tunguna okkur. Pössum okkur að ræða málefnin en ekki hjóla í manneskjuna. Þarna góða rétt. Við skulum tala vel hina foreldrana, kennarana og skólan og foreldrastarfið. Við vitum það að foreldrahópurinn er mjög misleitur, en við skulum líka líta á það sem styrkleika hópsins hvað við erum ólík og komum með mismunandi sjónarhorn inn í umræðina. Í þessum umræðum erum við ekki að fara að setja neinn á háan hest eða dæma Jón og Gunnu fyrir að ala barnið sitt upp á öðruvísi en við gerum, eða okkur finnst rétt að gera. Við erum samherjar í kringum börnin okkar og ég get nefnt ykkur dæmi. Í árgangi elsta barnsins míns kom foreldrahópurinn sér til dæmis saman reglur varðandi afmælisboð. Foreldrar þeirra barna sem eiga afmæli á sama árstíma halda saman afmæli fyrir börnin og öllum í bekknum er boðið. Afmælin eru yfirleitt með svipuðu sniði og foreldrarnir deila bara kostnaði. Við miðum við að afmælisgjöfin séu 500 krónur, sem sama upphæð og var þegar ég var krakki. Þetta er eitthvað sem við ákváðum til þess að reyna að tryggja það að kostnaði við afmælisboðin væri haldið í lágmarki fyrir heimilin og það væri vonandi ekki hindrun fyrir því að einhver kæmist ekki afmælin. Með þessu móti þá finnst okkur við vera búin að tryggja ákveðin jöfnuð í afmælum barnan okkar og það var aldrei komið upp leiðindi eða spenna yfir hverjum var boðið eða hvað þessi gaf hinum eða afmæli á þessum var flottar en hjá hinum eða eitthvað svoleiðis.
Fyrir mér er þetta dæmi foreldrasamstarf sem allir græða. Stundum virkar þetta ekki svona. Það ekki allir á eitt sáttir eða sammála hvernig skuli haga hlutunum. Það verður bara svo að vera. En meiri hlutinn skapar menninguna og ræður þessu normi. Þannig að ef að meiri hluti foreldrahóps sammála einhverju viðmið eða reglur, hefur það teljandi áhrif á allan hópinn. Ef til dæmis 80% foreldra ákveða til dæmis að leyfa ekki Snapchat í síma barnanna sína, og gerist það sjálfu sér að samanburður og leiðindi í bekknum minnkar, snarminnkar, að þau ekki með þetta, þau ekki með Snapchat í símanum. Þegar við vinnum að velferð barnanna okkar í foreldrastarfi, vinnum við í raun að velferð barnanna, allra barnanna í hópnum. Ég sagði áðan að ég héldi að langflestir foreldrar væru að gera sitt besta. En við vitum það líka að aðstæður fólks eru mjög misjafnar og foreldrar eru misvel í stakk búnir til þess að takast á við uppeldið. Þannig að það sem við gerum í foreldrastarfinu getur skipt sköpun fyrir þau heimili og þau börn sem að búa ekki við þær aðstæður eða þann ramma eða öryggi sem þau ættu að gera. Og það má heldur ekki gleyma því að í íslensku samfélagi sístækkandi hópur fólks af erlendum uppruna sem hefur ekki íslensku sem móðurmál, og bara það getur verið gríðarlega stór hindrun fyrir þátttöku í foreldrastarfi. Þannig að við þurfum að taka sérstaklega utan þann hóp foreldra og bjóða þeim leið inn í foreldrahópinn og inn í foreldrastarfið. Við höfum öll heyrt þennan góða frasa að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Verum þetta þorp. Foreldrarnir í bekknum eða í skólanum eða árgangnum. Skiptum okkur af ef við sjáum að einhverjum líður illa. Tilkynnum þegar við heyrum aðstæður sem ekkert barn ætti að þurfa að upplifa. Og verum með í að skapa þessa menningu sem við viljum að barnið okkar alist upp í. En hvernig búum við til þetta þorp? Hvernig breytum við menningunni? Hvernig breytum við menningunni í barnahóp? En í foreldrahóp? Það hljómar mjög stórt. Og sem foreldri 3 barna undir 10 ára, þá skil ég bara alla sem að hugsa núna, og hvernig á ég að koma því inn á endalausa verkefnalistan? Og milli vinnu og skóla og æfingaskulds og heimalesturs og húsverka og píanóæfinga og þið vitið, þið þekkið þetta kannski. En máli að þessi menning sem ég að tala hún liggur einmitt í þessum hversdagsleika. Hún kemur fram í samskiptum barnanna okkar á skólalóðinni. Hverjum boðið í afmælisveislur, samskiptin á bekkjarspjallinu, hvað tölvuleikjum eða samfélagsmiðlum börnin okkar á og svo framvegis. Þetta nú þegar hlutir sem við erum að takast á við á hverjum degi. Svo við ætlum að skapa nýjan samfélagslegan sáttmála, farsældarsáttmálan. Mörg ykkar þekkja kannski foreldrasáttmálan sem við sjáum dæmi hér, netsáttmálan eða læsisáttmálan sem að heimilisskóli hafa gefið út í mörg ár. Við ætlum að byggja á þessum gamla og góða grunni, en reynslan hefur sýnt okkur að svona verkfæri mjög hjálpleg til þess að hefja umræðuna í foreldrahópnum hvernig við ætlum að halda utan krakkan okkar. Við höfum oft heyrt að foreldrum þykir svolítið erfitt að hefja þessa stóru umræðu inn í sínum foreldrahópi, þannig að þetta verkfæri til að hjálpa foreldrum. Hér dæmi úr foreldrasáttmálanum. Að standa við lögboðinn útivistartíma. Vera vakandi fyrir einelti og láta vita ef við komumst á snoðruna. Að byggja upp sjálfstraust og virðingu hjá barninu og sýna því að kenna því að sýna öðrum börnum og starfsfólki skólans tillitssemi og virðingu.
að ræða við börn og unglinga samskipti á netinu og setja reglur notkun. Kaupa ekki tóbak, áfengi eða önnur vímuefni fyrir unglinga. Þetta eru frekar einföld og frekar almenn atriði, en leið og við höfum hafið samræðuna og getum verið sammála og komið okkur saman svona almenn atriði, þá erum við strax farin að sjá hvað við eigum mikið meira sameiginlegt en það sem greinir okkur að og erum strax farin að hafa jákvæð áhrif á samfélag barnanna. Farsældarsáttmálinn á að endurspegla þessa nýju nálgun sem við sem samfélag með farsældarlögunum vinnum að. Fókusinn á vellíðan og farsæld allra barna. Að öll börn fái pláss til að blómstra. Í sáttmálanum eiga að vera nokkur grundvallaratriði sem að foreldrar geta rætt sín á milli og komið sér saman bætt við ef þau vilja, og skrifa svo undir á táknrænan hátt til þess að formgera þetta samtal sem hefur átt sér stað á milli foreldra. Þannig leggjum við línurnar fyrir þau uppeldislegu gildi sem að við viljum að þorpið okkar ætli að hafa í hávegum og hefur þannig áhrif á öll börnin í þorpinu. Líka þau sem eiga foreldra sem hafa ekki tök á því að taka þátt. Ávinningurinn er ekki aðeins þessi jákvæðu áhrif að virkara foreldrastarfi, betri líðan, betri námsárangur, bættur skóla og bekkjabræður og svo framvegis, heldur styður þetta líka okkur í uppeldinu á okkar eigin börnum. Þegar ég er búin að eiga samtalið við hina foreldrana í bekknum að við ætlum að virða útivistarreglunar eða aldursviðmiðin í Fortnite, sem stóra baráttan á mínu heimili þessa dagana, þá einfaldar það svo mikið fyrir mig að geta sagt við son minn, nei veistu elskan, við foreldrarnir höfum bara rætt þetta. Þetta er bara ekki boðið fyrir ykkur núna, þið eru ekki orðin nógu gömul. Þá fáum við heldur ekki, hann mega þetta allir nema ég, sem var kannski sumir kannastu. Þegar ég er bara búin að ræða þetta við foreldrarna og ég veit hvað staðan er. Foreldrastarfið setur þannig ramman utan þorpið okkar, en sáttmálinn er verkfæri sem við getum notað til þess að hefja þessar samræður. Og þetta verkfæri verður að vera gott og við viljum vanda til verka. Svona sáttmáli verður ekki til í tómarúmi eða á einhverju skrifstofu út í bæ. Svona sáttmáli verður til í samtali og samvinnu við foreldra og ykkur öll. Í haust munum við fara af stað með vinnustofur í skólum allt land til þess að innleiða farsældarsáttmálann og mig langar til að biðla til ykkar allra, bæði sem að hér sitjið og eruð í streymi, að taka þátt í þessari vinnu. Og mig langar til þess að nýta tækifæri núna og biðja ykkur hjálp. Við leggjum mikinn metnað í að vinna farsældarsáttmálann eins vel og auðið og ykkar skoðanir eru ómetanlegar. Mig langar því til að biðja ykkur að íhuga hvaða atriði það eru sem að ykkur finnst að ættu nauðsynlega heima á farsældarsáttmálanum. Það megi vera kveikjur að umræðuefni, gildi, reglur, viðmið eða hvaðeina sem að brennur á ykkur. Við ætlum að taka nokkra mínútur til að ræða þetta okkar á milli, grípa svo símana sem að ég veit að þið eru öll með í vasanum, stimpla inn QR-kóðan og endilega senda okkur öll svör. Þessi QR-kóði hérna og linkurinn verður opinn áfram eftir fundinn, þannig að ef þið komið heim í kvöld og leggist út í sófan og fáið fullt af hugmyndum og þá bara endilega sendið okkur. Fyrir ykkur sem eru í streymi að þá er QR-kóðinn og linkurinn opinn og ég hvet ykkur til að senda inn allar góðar hugmyndir. Takk fyrir það. Svo eitthvað tæknilega aðstoð, þá get ég alveg opna myndavélina og beina kóðanum. Þeir eru allir vissir hvernig á að nota QR-kóðan.
Er það komið? Viltu fara yfir nokkur atriði? Nei, það er bara hnykki á því að setja á þetta. Það er nýtt. Jú, ég get gert það. Það er bara að lesa nokkur atriði líka. Það eru ennþá að koma inn nokkur svör, sé ég, en ég sé að það eru svo flottar umræður í gangi, vil ég endilega senda þau inn, af því það nýtist okkur svo vel. Hvað að tikka? Ég held að þurfum línu á gólfi, ég held að við séum alltaf svona hálf inn og hálf út. Ég held að það sé komið gott. Jæja, áður en við höldum áfram í síðasta lokahnykkin, þá langar mig til að lesa upp nokkur atriði sem eru komin. Aðalatrið 1, samstaða. Það eru margir að tala skjátíma og aldurstakmörk, símanotkun, samfélagsmiðla og tölvunotkun. Þetta brennur sterkt á fólki. Efla samstarf foreldra bekkja eða árganga. Útivistartíminn, afmælisboð, samskipti. Það er svolítið að kalla á það að foreldrar hafi skýra reglur og sameiginlegar reglur. Að kynnast vinum barnar okkar, umburðarlyndi og samskipti. Þetta er svona kannski helstu rauði þráðirnir sem ég sé svona í fljótu bragði. Eru þið sammála þessu? Ok. Ef það er eitthvað sem þið viljið bæta við, þá endilega senda inn. Annars ætla ég að gefa boltan yfir á Sigur hérna fyrir lokahnykkin. Eins og það var heyrt hérna í kvöld, þá er þetta hægt. Ennþá dag í dag er ég stoppar út af götu fyrir skólafélögum mínum og mér þakkað fyrir það sem móðir mín gerði. Starf móður minnar hjálpaði nefnilega ekki bara mér og minni farsæld, heldur líka öðrum börnum, en sérstaklega þeim sem átti ekki eins gott bakland og ég. Með því að taka virkan þátt í foreldrastarfi erum við að gefa öllum börnunum í þorpunum okkar gjöf. Foreldrar á Íslandi hafa áður sýnt ótrúlegan samtakamátt og náð miklum árangri. Við getum það aftur. Við erum að fara í ferðalag, börn, foreldrar, skólafólk, öll saman. Við erum að fara í ferðalag sem mun skila sér miklu. Það mun skila sér betri líðan barna, betri árangri, betra samfélagi. Ég hef allavega fulla trú á því að við getum þetta. Við erum nefnilega ekki að fara ótrúna slóður. Við erum ekki að finna upp á einhverju nýju. Fyrri kynslóðir byggu til leiðina fyrir okkur. Það er okkar að feta hana. Þetta ferðalag er nauðsynlegt barnan okkar vegna. Í haust mun þetta halda áfram og ég veit að við viljum börnunum okkar það besta, hvort sem við erum foreldrar, systkini, frændfólk, ömmur og afar, skólastarfsfólk eða fræðifólk. Því að það snýst allt börnin. Í haust erum við að fara að búa til nýja menningu með því að ræða hvað við viljum hafa í okkar farsældarsáttmála. Og ef við vinnum saman, þá getum við gert það að verkum að sem flestir foreldrar komi á þessa fundi í haust og eigi samtalið.
hvernig við tryggjum farsæld barna. Þið getið líka að byrja strax. Á heimasíðun okkar er mikið efni sem getur hjálpað ykkur í foreldrastarfinu, bæði efni frá okkur og öðrum sem teljum geta nýst foreldrum vel. Og svo er þetta það nýjasta að við stofnuðum Facebook-grúpu sem heitir Áhuga fólk foreldrastarf í skólum, sem er fyrir foreldrar allt land og það væri frábært ef við getið gengið í hana til að geta ráðfært ykkur við foreldrar allt land. Og hugmyndin að þessari grúpu kom nefnilega frá foreldrum í Reykjavík. Og það er alveg upplagt að foreldrar á Íslandi sameinast og eiga jákvætt spjall saman á Facebook. Til fróðleiks samkvæmt rannsóknum þá Íslandingar einir sem að telja Facebook hópa gagnlega en gera okkur mjög sérstök. Það er Íslandingar og Maltverjar, en það er bara út úr. Þessi grúpa, eins og ég sagði áðan, var stofnuð eftir áskorun foreldra að þetta vantaði að ræða geta deilt sigurum sínum, fengi ráð frá einhverjum sem tengist jáfnvel ekki skólanum ykkar. Og svona eins og afsakið slangrið best practices. En við þökkum kærlega fyrir okkur, en að lokum einhverjar spurningar bæði í salnum eða streymi og mér var bent á að það heyrist ekki nógu vel í streyminu þannig að ég þarf að endurtaka alla spurningarnar. Þannig að við höfum það í huga, eða ég kannski hleypa upp líka. En einhverjar spurningar, pælingar, eitthvað sem við viljum koma fram? Það talaði að 7 sekúndur sé besta leiðin, 7 sekúndur sé besta leiðin til að fá svör. Já? Mér finnst vanta aukna áherslu á hreyfingu. Aukna áherslu á hreyfingu. Útivist og náttúru. Algjörlega. Því að allt þetta dregur úr viljanum að hanga inni. Algjörlega. Finna fyrir því að líkaminn sé hluti að mann ekki bara hausinn. Algjörlega. Við fengum ábendingu að það vantar áherslu á hreyfingu og líkamsrækt. Útivist. Og útivist, algjörlega. Einhverjar fleiri pælingar? Já? Ég langar aðeins að því að það var eftir nefnt sem kannski kemur í þessum svörum staða barna, bæði búin nefna erlendubergi sem að þetta allir foreldrar hugsa Já. en líka varðandi fátækt, mér finnst það vanta kannski aðeins í Íslendinga að taka svona þessar pælingar sem við ánum svona henda út það sem við kaupum þetta frá börnum okkar frá tónlesendur fyrir aðra. Algjörlega. Það er svona einn punktur. Mjög góða punktur. Já, en mjög góða punktur sko. Og ég myndi hvetja sérstaklega foreldrafélög, þau eru að skipuleggja bæði foreldrastarfið, bekkjarkvöld og svo viðburði þar sem öllum börnunum er boðið að einmitt hugsa aðeins út í það. Þú veist, það er ekkert allir kannski sem að myndu senda barnið sitt í leikhús fyrir 7 skall eða þú veist, hafa bara ekki tök á því eða eitthvað, þú veist, og maður verður að hugsa svolítið út fyrir sig, sko. Fyrir streymið þá fengum við spurningu í sal fátækt og við þurfum að hafa það líka í huga. Já. Já, ég myndi nú eiginlega benda á að það þarf að taka mið af því að stór hluti barna eiga foreldra á 2 heimilum Já. og að lögum leyti sér sig ekki ráða foreldrasamstarfi. Þannig að það þarf að móta sér stefnu því. Algjörlega. Fengum Jafnframt stór hluti þessara barna eiga stjúpforeldra eða öðru á báðum heimilum sem sjá til að mynda heimanám. Já. En einnig er það að geta búið það fólk velkomið í skólastarfi líka. Algjörlega. Og bæði að fólk ekki þurfa að reka sig á það, sko, fólk geti skráð sig í innu eða mentor eða eitthvað annað. Þannig að það er svolítið mismunandi milli sveitarfélaga að segja. Já. Ég get ekki verið inn á innu eða mentor. Já. Þannig að ég held að bara svona hluti til að börni geti notið beggja heimila, það sem það á að bjóða. Algjörlega. Þess að ég bara lært heima aðra við. Ég skil. Fengum ábendingu að hafa í huga að mismunandi fjölskyldugerðir, bæði börn sem að búa á stikkur heimilin og eiga stjúpforeldra og innvinkla þau inn í starfið. Já? Já, ég kannski aðeins svona á ská, en ég er búin að vera að við erum hérna í þessum hverfum sem eru svona umleikið þessum rosalega stóru umferðaræðum og ég er búin að vera rosalega hugsi yfir bara loftmenguninni sem er í gangi í kringum skóla, barnana okkar og leikskólana og svoleiðis og sem þurfa að halda börnum inni eða ætti kannski verið að halda þeim inni út af loftmengun og eitthvað svona og ég held að þetta sé kannski eitthvað sem að, þú veist, gæti verið hvati fyrir okkur foreldrana og aðra í umhverfinu til þess að, þú veist, hugsa aðeins bílinn og hvernig við erum að, þú veist, þetta nota líka til að bæta samfélag okkur annan hátt, þú veist, og
Algjörlega. Það verður vissulega umræðuefni mitt fyrir fóreldrahópana hérna í kring. Við fengum Algjörlega. ábendingu að foreldrar geti komið sér saman að ræða mengunar og það sem að foreldrar hér eru í hverfum sem eru umlukt umferðaræðum og það hefur og nú hef ég starfað bæði skólum og frístundamiðstöðum í kringum þessa æð og það ekkert eins leiðilegt að þurfa að segja að það geggjað veður en þið þurfa að vera inni. Það tvímælalaust eitthvað sem foreldrar geta beitt sér fyrir. Eitthvað áður að við förum í lokaorðin. Sem ekki löng. Já. Já, þetta bent var á tengt þessa umræða að foreldrar getur mögulega að hugsa sér að hætta að skutla í skólan eða jafnvel bara sameinast. Það mín eigin til það sko. Það alveg, og það einmitt með foreldraumræðinni, þá þetta að ná þessu fram, jafnvel. Einhverja fleira? Einhverja spurningar úr streymi? Það ein spurning. Já. Hvort það sé mikilvægt að fara af stað með nýjan farsældarsáttmála á meðan við höfum ekki náð saman með foreldrasáttmála og þau mikilvæga atriði sem þar eru. Já, það bara mjög góð spurning. En að ná saman foreldrasáttmálann, ég skil ekki alveg hvað viðkomandi meinar þar, af því að foreldrasáttmálinn eitthvað sem lagður fyrir þá bara í hverjum bekk eða hverjum árgangi fyrir sig. Honum ekki ætlaður að vera þannig að það eigi bara allir að vera sammála alltaf. Það bara ekki þannig. Við bara erum samfélag sem erum ekki sammála alltaf allt. En eins og ég sagði áðan að þá svolítið meirihlutinn sem skapar menninguna. Það munu alltaf vera foreldrar sem segja, veistu, mér alveg sama, barnið mitt má bara vera á samfélagsmiðlum bara þegar ég segi það. En ef meirihluti foreldra tekur sér saman eitthvað ákveðið, að þá búið að draga línu í sandinn fyrir allan hópinn í rauninni. Og það svolítið það sem við erum að vinna að með foreldrasáttmálanum og farsældarsáttmálanum. Það ekki allir séu sammála, því það verða aldrei allir sammála. Það að setja niður, getum við sett niður einhver grunngildi eða einhverja línur sem við getum flest verið sammála eða eitthvað sem við getum alltaf byggt á. Ég vona þetta svara spurningunni. Ef það ekki fleiri spurningar, þá getum við bara dembt okkur í loka orðinu á bara fínum tíma. Hérna efni sem getum við skoðað frá okkur og nú fyrir í loka orðinu. Við kveðjum ykkur, bæði í streyminu og endilega komið næst og takið þátt í farsældarsáttmálavinnunni því að það mun gefa samfélaginu ykkar rosalega mikið. Og að lokum viljum við segja að þetta hægt. Við getum aftur öll samtakamátt foreldra. Við erum öll að fara að vinna saman til að tryggja farsælt barnan ykkar. Takk fyrir okkur. Ef þið viljið eiga gott spjall hérna eftir, þá verðum við líka til tals, ekki tengt míkrafóni.